Ég ætla aðeins að sýna ykkur hvernig einfaldast að setja upp henging skipunina sem notuð alltaf á heimildir. Það engin undantekning á því. Ef þið að setja upp heimildaskrá þá notið þið skipunina henging. Og hún líka notuð, við skoðum hérna undir að þá eru hérna footnotes eða neðamálsgreinar eins og eru hérna. Og þar líka notað þessi skipun, þessi hengingskipun. Hér búið að setja upp heimildir sem eru bara allar í belg og byggðu og þá eftir að stilla þær. Þannig ég byrja á því að velja þær allar, fer inn í paragraf, opna það og hér special. Inn í special get ég valið hvort ég er með first line eða henging og ég vel henging. Síðan þarf ég að velja hversu langt ég vil hafa heimildirna mínar indregnar. Ég ætla bara aðeins að breyta þessu, þetta sjálfgefið 1,25 og segjum bara ég vilja hafa þetta 2. Hljóma bara ekki illa svona í fyrsta, eða ég ætla alltaf að sjá hvernig það lítur út og geri ok. Ég ætla ekki að gera neitt meira í bili. Og nú sjáu þið, þær færast hérna inn, ef ég tek blokkina af, að þá þetta búið að færast til, þetta heldur langt bil. Þannig að kannski hefði verið betra að hreinlega hafa það eins og það sjálfgefið. Þannig ég ætla bara að gera undo á það og skoða aftur hvernig það lítur út. Ég fer aftur inn í paragraf, ég fer inn í special, ég fer inn í henging, 1,25, ég ætla að hafa það þannig. Það yfirleitt alltaf hafðar bara single, einfalt línubil, en það má líka setja þar í 1,5, bara eftir hvað beðið í lýsingun og ritgerðinu sem þið að skrifa. Það fer eftir því, þið verða alltaf að fara eftir lýsingunni sem kennarinn setur upp. Geri ok á þetta hér og þá sjáum við, það bilið ekki stórt, þannig ef ég væri nú með enn eina heimildina núna og ég skrifa hana hér að hér ég bara með einhverja rosalega langa og fína heimild, þá sjáum við hvað gerist að því ég er búin að stilla á henging að það fer hún sjálfkrafa í þessi for eins og ná að vera. Það má aldrei setja endermerki hér inni til þess að búa til nýja línu. Leiðu þið gerir það, þá þið búin að skemma skipunina. Þið eru búin að búa til að þetta hér eigi að vera henging. Sjáu þið ef ég set núna paragrafið á aftur, fyrirgefiði, ég ætla að fá merkið, að nú ég búin að setja endermerkið hérna inni, þannig ég er búin að búa til 2 heimildir í raun og veru, 2 skráningar úr þessari einu. Þannig það má aldrei koma inn í mig, þannig ég tek það út og þið látið skipunin að stjórna hvar línan byrjar. Þið ekkert að skipta ykkur að því, þið skiptið ekkert að milli lína og þið gerir ekki neitt. Ef að þetta hér væri stilt á justify, sjáu þið, þá kemur það ofboðslega óeðlilega út af því að orðin eru svo stutt en hún vil þröngva því inn í þetta form. Þannig að hafiði heimildir alltaf stiltar á vinstri jafna, bara eins og hérna annar texti. Þannig ég þarf að velja þetta hérna aftur og gera vinstri jafna. Síðan það neðamálsgreinar eða footnote að það nákvæmlega það sama með þær. Ég ætla að taka merkið af. Ég geti sett aðeins á aftur og þá sjáu þið að það búið að stilla hérna að það 1 tabmerki. En það örugglega ekki búið að stilla neitt annað. Þannig að ég vel þær báðar, geri hérna blokkaði báðar, fer aftur í paragraf, fer í special sem hér, opna það, vel henging og það stilt á 1,25, ok, ég bara hef það líka þannig og geri ok og þá færir hún það þannig að það komið núna á réttan stað og það setjum mig, og ég ætla að smella hérna á hnappinn þannig að við sjáum hvernig þetta lítur út og þá sjáum þið eina endermerkið þegar ég er búin að skrifa þessa hérna footnote. Síðan kemur næsta endermerki hérna á eftir. Það má ekki setja endermerki svona og reyna að laga það með tabmerkinu. Þetta ekki rétt. Nú ég ekki með þetta stilt hérna rétt. Sjáu þið, það dottin út skipunin sem ég var með að því ég er búin að slíta skipunin í sundur. Skipunin verður alltaf að fá að halda sér. Þannig það má ekki, alveg svo í heimildunum, þá má ekki setja enter inn í miðju. Þannig við tökum það tilbaka með því að fara bara á undo. Og ég held að þetta sé allt og sumt sem við getum sagt henging. Hún ekki það flókin.